Johansson. The linesmen are Sindri Gunnarsson and Knut Frade. Já, góða kvöldi. Þú verður velkomin í skautandi Laugardalnum. Það sem að fyrsti leikur Íslands á móti Suður Afríku er að fara að hefjast. Í umspili fyrir Ólympíuleikana. Já, við ætla að byrja bara á að kynna liðin. Númer 1 í liði Íslands er Jóhann Ragnarsson, númer 20 er Jakob Jóhannsson, þeir eru markmenn liðsins. Númer 5 Gunnar Arason, 9 Orri Blöndal, 11 Hákon Magnússon, 19 Andri Mikaelsson, 23 Jóhann Leifsson, 4 Birgir Árnason, 17 Bjarki Jóhannsson, 10 Hilmar Sverrisson, 12 Viggo Hlynsson, 18 Unnar Rúnarsson, 2 Halldór Skúlason, 7 Ormur Jónsson, 14 Kári Árnason, 15 Níels Hafsteinsson, 16 Gunnlaugur Þorsteinsson, 6 Úlfar Andersson, 8 Arnar Helgi Kristjánsson, 13 Uni Blöndal og 22 Heiðar Jóhannsson. Þjálfari liðsins er Vladimir Koleg og já, ég er ekki með aðstofamenn hans skráða hérna. Ert þú með það? Honlustuðnus eru Emil og Jamie, þjálfarar Fjölnis og SA. Ég er svona veltaði fyrir mig hvort ég að leggja í það að kynna liðið Suður Afríku alveg strax eða hvort við séum að fara beint í opnunarathöfn. En já, þar í liðið Suður Afríku, þar eru markmenn liðsins númer 1 Ryan Boyd og 20 Alistar Bywater. Þá held ég áfram að kynna lið Suður Afríku, númer 5 Dean Magmoed, númer 23 Ethan Saiman, númer 4 Joachim Valadas, 10 Luke Karsel, 24 Utham Samay, 12 John Venter, 18 Cameron Byrel, númer 14 Reinhard Venter, númer 15 Stefan Kloids, 21 Delano Surman, númer 6 Vandimerv Johan, númer 11 Densil Virey, númer 7 Dylan Campoin,
Númer 9, Mark Guillot. Númer 13, Jean-Michael van Doseburg. 8, Alex Obery. 16, Vansley Kreutz og 19, Dion Bacardi. Og þjálfari... Herru, við sjáum bara strax mark! Afsakaðu Gulla! Unnar bruna bara upp völlinn, fær að koma sér á milli tveggja manna þarna og hvort hann kloppa hann. Afsakaðu þetta Gulla! En sjáum þetta aftur hérna, Unnar gerir þetta bara sjálfur. Þjálfari... Herru, við sjáum bara strax mark! Afsakaðu Gulla! Frábært mark! Unnar bruna bara krafti! Ég ná andanum hérna eftir að fengi hálfgerð hjartaáfall. En ég heldur bara fyrir að snúkra leiknum. Frábær byrjun á Íslendingum. Gefum Hilmari bara orðið. Já, Íslendingar komin niður. Gunnlaugur eltir þarna Dóri nær honum. Sterkur Dóri, kemur honum upp. Við erum að byggja smá spil hérna, flott. Gulli missir hann, koma sér 2 á 1 hérna. Ná skotinu framhjá. Gott hjá okkar mönnum að taka frákastið. Suður-Afrika hleypir sínum mönnum í skiptingu. Missa þó tættir hérna, Íslendingar herja á honum. Góð barátta hérna í horninu. Orri Blöndal getur alveg skotið þessi. Kemur hann bara niður, örugt. Íslendingar með flotta pressu hérna, komur á marki, speglast hérna en... Markmaður rétt nær að frista þetta. Þetta voru gott skot samt. Já. Ágætis færi. Flott sókn á Íslendingur, náðu að halda honum aðeins inn í halda pekkirum í sóknarsvæðinu. Náðu nokkrum sendingum, enda á skotið og flott sókn. Jóhann í uppkastinu, nýr fyrirliði Íslands. Íslendingar ná að halda honum inni. Flott pressa hérna. Jóhann Bökkin. Þetta var hættuleg færi. Andri. 2 í sig. Tekið niður eftir þetta áfram. Þeir þurfa nú að spila pekkinu. Já, var hann laus. Komin út en ekki langt. Ísland strax aftur. Birkir. Yfir á Hákon. Hákon reynir skotið rétt framhjá. Ná, ekki að koma honum inn fyrir þarna. Hann gerði náttúrulega sjálfan sig næstum því. Flottur snúningur Unnari. Nær þó ekki að koma honum út fyrir. Dýrt vesen fyrir Ísland. Suður-Afrika nær skotinu. Orknir kemur tilbaka yfir á Dóra. Unnar. Gefur bara á Suður-Afrikamanninn. Ja, en Íslendingar eru tilbúinir þarna. Ormur kemur hann bara djúpt. Já, Gunni nær haldur hann minni en skýtur út bara bá markmanninn. Þeir fá þá uppkast þarna niður í horninu. Uppkast er tekið inn þaðan þeim megin sem skotið kom. Nei.
Kári í uppkastinu fyrir Íslinga. Vinnur það, en vinnur það beint út. Orri kemur að sækja pökkinn. Beint yfir. Flott spil úr Íslingum. Kári reynir einhverja lappatricks hérna. Kemur hann ekki fram með Suður-Afríkumönnum. Speiklast yfir á Suður-Afríku. Hvað er það að gera? Sending, frábær sending hérna nær að vippa yfir markmanninu á hálfu metra færi þarna. Gunnlaugur. Brunnar á stað. Snýr. Það senda Kára en Kári sér hann ekki. Við erum að fá dóm. Það er fyrr. Suður-Afríka er að fá dóm. Það er fyrsta powerplay Íslendinga. Mér sýnst þetta að vera að fá 2 mínútur fyrir húkinn. Eða krækja kilfunni. Við sjáum Íslendinga geta flækjað. Þetta er bara fyrsta lína í fyrsta powerplayina. Jói í uppkastinu. Suður-Afríka fær fyrstu áminningu þeir eru aðeins og snöggir til. Íslendinga vinnur þetta aftur en beint út. Varnarmenn ekki að stilla sér rétt upp, gulla? Nei, það þurfa eitthvað að fara að fínpúsa staðsetningar sínar. Það vinna hann tvisvar beint út, það er svolítið súrt. Gunni droppið svo Hákon og Hákon beint úr og Jóa. Jóa reynir að leiða liðinu sinna að stilla hann einu. Hann sendir bara á Hákon og Hákon skorar! Frábært mark! Þetta var æðislegt færi. Þarna var Hákon bara, fekk að dúsa bara einn hann í slottinu. Jói er bara að leiða liðinu sinna að stilla upp og sér að Hákon er bara alveg einn. Hákon beint úr og Jóa. Jói fyrir bara rólegur hérna niður, er ekkert eitthvað að ógna. Hákon einn hann sendir bara á Hákon og Hákon skorar! Frábært mark! Þetta var æðislegt færi. Þetta gerði verkum að Suður-Afríka spila nú með fullskipa lið, fær að spila fullum styrki eftir að við höfum nýtt. Já, fær mannin sinna aftur úr bóksinu. Já, því Íslendingar náðu að nýta færi sitt á þessum 2 mínútur sem dómurinn hefði annars staðið yfir. Við veit fyrir Íslandi, frábær byrjun hérna. Úlli kemur yfir í hitthorni, Birkir klár. Uni, Blöð, eitthvað hérna í. Það er eitthvað vandræðamann í horninu. Það er flautað, það er dómur. Uni er að fara í bóksi, mér sýnist að vera að dæma holding. Það var eitthvað klafs þarna í horninu. Þetta á til að gerast þegar pökkurinn er fastur og mikil barátta þannig að leikmenn nýti aðeins og mikla pressu í það að halda næsta leikmanni en það má víst ekki stöðva neitt með því að halda honum. Það er líka frekar fúlt þegar sóknarmenn er að fá þessi brot í sóknarsvæðinu. Það er ekkert verið að græða neitt á þessu. Það er þess að spila, Ísland spila núna einu færri. Þá mega það neglunum alla liðir. Þá er liðið sem er undir manna er undan skilið reglunni æsingu. Sjáum hvort að Suður-Afríka er að ná að spila eitthvað saman hérna, skapa einhverja hættu. Frábær sending á Gunnur og Níels. Níels svo gott sem einn á markmann. Nær hann ekki að pota þessi killunarni hjá honum. Taka við pökkinu jafnvægi hjá Níels. Flott vörn. Markmaðurinn náða að frysta pökkinn. Frábær sending á Gunnur og Níels. Níels svo gott sem einn á markmann. Slá hann aðeins í hann og nær hann ekki að pota þessi killunarni hjá honum. Hvernig þetta góðan varnarleik. Þetta var flottur. Já, ég meina sókn er besta vörnin. Er það ekki líka staðan? Akkurat. Suður-Afríka reynir að hefja uppspilið sitt. Það er ekki mjög oddkvast hjá þeim, þeir eru bara að dömpa í sín eigin powerplay. Ein staðreind með staðsetningu markmanna þegar markmenn spila pekkinum en þá mega markmenn ekki spila pekkinum nema beint fyrir aftan mörkin. Inn í þessari trapissu sem er annars er dæmt leiktöf að spila fyrir aftan rauðlínuna og við vorum næstum því að ná því þarna. Ormur kemur alltaf yfir.
Flott press hérna, ná skotinu. Já, pökkurinn er Mikil barátta laus. þarna. Íslendingar ná Gunnlaugur kemur hann allavega yfir. bekkinum. Það er ennþá 18 sekúndur eftir af dómnum. Hættuleg sending hérna. Húli fyrir inn, hann er Það er rangstæður. rangstæður. Nú var Gunni aðeins að seinna koma sér út. Ísland einum færri í 6 sekúndur. Það er eitthvað vesen með markið Íslands megin. Mér sýnist markmaðurinn vera óska eftir því að það verði borað aftur. Spurning hvort það er Markið smá laust. legg í það eða það ekki bara vassbrúsa og sprauti ofan í þetta. Það eru til ýmsar lausnir á þessum vanda. Það er vassbrúsin. Mörkin hér í Laugardalnum eru fest með pinnum sem ganga neðan úr stöngunum sjálfum. Pinnarnir eru tengdir við einhvern gorm. Ekki að ég kunni einhver verkfræðileg skil á þessu, en ef að hólan er ekki rétt boruð eða það er búið brotna upp úr henni, þá getur þetta verið vandamál. Já, þetta er náttúrulega gert bara svo markið sé ekki of fast, svo ef að leikunum klessa markið þá fer Já, það bara, getur það er farið. ekki Já, Heiðar í uppkastinu fyrir Ísland. Suður-Afríka fær aftur áminningu. Aftur vinnur Ísland en ekki á varnarmann. Úff, Gunnin er aðeins að pota þarna inn og stoppa hann. Orðin er að koma með Gunna, vel gert. Ísland er orðið fullskipað. Gunnin er að koma bara djúpt. Íslendingar rólegir á pekkinum, spila bara sinna milli hérna. Átökur á Orri bara hammer. Skipta Orra þarna, halda honum aftur inn í svæðinu. Andri yfir á Birgir. Flott tæklingan í Hákonni að halda þessu spili gangandi hérna. Birgir og Jóa. Suður-Afríka með stoppa þetta. Speglast aðeins hérna. Þetta var vel gert. Já, Og þeir frista pökkinn. Flott byrjun hjá Íslandingum, fyrstu 10 mínúturnar. Rólir á pekkinum, 2 mörkum yfir. Það er ekki að gefa Suður-Afríku mikla séns þeirra sóknarsvæði. Dóri með lúmskot hérna. Gunnar, afturskot. Og markmaðurinn fyrsti pökkinn. Svona frekar laust skot þar sem að enginn er fyrir, þannig að markmaðurinn séð allan tíman. Skilduvarsla. Það er alltaf ákveðin tækifæri í því þegar markmennir frista pökkinn, að það gefur, þegar leikurinn stoppar, að gefur ákveðin færi á að fá henn auka skiptingar. Það getur verið mjög dýrmætt þegar að liðið er búið að vera lengi í varnarsvæðinu. Festast inn á, gefur Suður-Afríku tíma til að skipta. Þeir eru orðnir þreyttir í sínu varnarsvæði. Ormur með skot. Hún er ekki langt frá því upp í hliðanetið. Nei, mér sýndist hann frá mínu sjónarhorni þá var það tækt að fara inn. Gunnar með vonda, mér flott. Við sjáum það að þessi markmaður er að gefa mikið að rýbándum. Pökkurinn laus, Dórin er ekki haldunum inni. Við sjáum það er bara flott að skjóta hann á markmann eða eitthvað smá fyrir að hann gefur mikið að rýbándum.
Nú kláður á Suður-Afríka skiptinguna sína sem þeir náðu ekki alveg að fara í áðan. Það reynir orðið sendingu Níels, hann En það næri er ekki alveg æsing. að pota í hann, þannig að hann fer alla leið yfir og komur hann dæma æsing. Kári fyrir Ísland. Finnur hann loksins á Ormann. Níels með skrítna droppsendingu þarna. Þeir ná skotinu á. Vel gert auðvonni. Frítt skot þarna upp á bláu. Þetta var frábær sending. Heiðar kemur hún djúpt. Úlli eldir. Úlli fyrstur en það ekki alveg að halda pekkinum. Fara beint í að setja pressu. Það er aðeins að láta finna fyrir sér. Berkin er ekki að halda honum inni. Kemur hún dóttir djúpt. Það er rátt. Ísland fer þá bara í skiptingu. Æsing. Í æsingu má sóknarliði velja hvoru megin uppkastið verður. Þeir þurfa bara að gefa skýr skilaboð til dómarans í tæka tíð. Já, hvoru meginu þeir vilja hafa uppkastið. Þetta er yfir á Orm. Hann kemur hann bara á markið en skýtur beint í varnarmann. Ísland heldur hann minni. Kári kemur hann djúpt. Níels klár. Flotti snúningur hjá Níels. Reynir hún komur hann niður á Gunnlauga, tókst ekki. Kári nær hann þó. Kári kemur sér upp í teginn og nær skotinu. Vel varið. Það er strax pressa. Það voru klár hann að vel gert hjá Ormi, dansar hérna fram hjá þeim, skýtur svo beint í varnarmann og yfirglirið. Uppkasti helst á inn í sóknarsvæði Íslands, sem þetta er skotið í varnarmann og yfir. Jói í uppkastinu, vinnur það yfir Óra. Óra langar að skjóta, hann sendur hann yfir á Gunna. Gunni skýtur bara, sjáu þið flott rýband þarna en enginn til að taka móti. Hákon. Þeir reynir einhverja þvælingu, Suður-Afríkumaður sem bara neittak. Suður-Afríka kemur hann mikið út, Gunni yfir, Hákon var reddið hann í vontalunum, hitt hann ekki. Vil geta Gunnar þarna að stoppa hann. Hilmar. Yfir á Unnar rétt yfir. Fastalnar fyrir fram markið, Suður-Afríkumenn leysa þetta fínt. Hendar á skoti, framhjá. Núna tekur snúning, sendir svo bara beint á Suður-Afríkumann. Það ætlaði að reyna að ná þetta beint inn í hæslottið en ekki alveg virka. Viggo fyrir Ísland, hendur á Birki. Krúttu, nei. Kemur hann djúpt fyrir ykkur, hendur á Hilmari. Ormur að koma inn á akkurat á réttum tíma. Birki kemur hann djúpt.
Það er bara í stökast erfiðleikum átt að komast út úr svæðinu sínu, Suður Afríkumenn. Ja, þetta er góð pressa sem að... Flott pressa af Íslendingum. Þetta var hættulegt færi. Það er maður að passa okkur svo ekki á verðinum. Það haldið sinna á en fara flestir í skiptingu. Dóri, hann djúpt. Uni eltir og er fyrstur. Nær bara ekki að halda pekkinu. Hundur að Gunni kemur hann djúpt. Heiðar nær honum, endur á Heiðari. Þetta er krappur dans hefðum þetta niður í horninu. Reynum að koma hann borra, nær því ekki. Ekkert á þetta. Jájá, Gunni reddi og Gunni kominn upp. Hvað gerir Gunni? Já, já! Beintinn. Gunnar Arason. Klára þetta færi sjálfur. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Suður Afríkumenn senda beint á Gunna og hann nýtti sér það bara, skautar upp. Já, já! Vinstra hornið. Beintinn. Takk fyrir mig. Gunnar Arason. Vel gert Gunnar. Birkir. Hákon heldur í sinni. Gott baráttu hérna hjá Hákoni. Kemur hann yfir Andra. Andri nær ekki alveg að taka við honum, en Jói er tilbúinn. Ná að vinna saman hann í horninu. Hákon með lúmskot, rétt fram hjá. Já, maður sér það alveg að þeir eru vanir að vinna saman. Bjarki. Skýtur þetta í varnarmann, hann er fessat niður. Það var hættulegt til að varnarmenn er að skjóta. Þeir skjóta beint í legghlíðar á fyrsta sóknarmanni. Það var allt liðið að fara út aftur. Þetta slag. Bjarki tilbúinn að sér Hákon alveg innan. Ef einhver einnig er að horfa í fyrsta skipti á íshokkí, þá miðast rangstaða í íshokkí við bláu línurnar en ekki við aftasta mann, eins og í knattspyrnu. Unnan er hann aðeins að berja Suður Afríkumanninum. Það er dómur. Þetta er heldur bullandi tripping. Jú. Ísland fær því aftur powerplay. Nýttu það vel á hann. Já, spurning hvað er að gera núna. Hvort þið nýtti bara farið beint í með sömu línu og þeir byrjuð á hann. Nei, mér syns bara lína sem hann var inn og fær að halda sér, syns mér. Já, það var Unnar Hilmar og Kári í sókninni. Viggo er reynda líkina og Bjarki. Að trippa leikmann er að fella leikmann með kilfunni. Akkurat. Kári með pökkinn. Spila sem sæsinn á milli, reyna að finna klufu. Er dömpunum. Já, vel gert. Flott að bíða. Kári sendir bara alla liðir aftur tilbaka og Bjarka. Hindra svolítið þeirra. Það hindra svolítið, þannig eru Íslendingarnir komnir svo nála á bláu. Svo sendir hann alla liðir tilbaka og þeir standa bara bláu. Það er erfitt að komast inn ef að standa 9 manns fyrir fram að þarna kyrrir á bláulinni. Verður þeir að vera á ferðinni, sko. Já. Það er algjört lykilatriði. Kári bara að halda áfram hana. En þeir biðu sér allir eftir því að pökkunum fari inn á undan til þess að gera ekki rangstöðu sem að misheppnaðist svona. Já. Viggo fyrir Ísland. Það sendir yfir á Hilmar, nær því. Nú verður það að skauta á, ná þessu af, það er ekkert á þetta.
Perki. Leifi sínu lið að skipta. Brunnur svo bara sjálfur skiptingu. Ára Jói. Þeir bara hérna hringinn, leifi sínu lið að stilla upp. Nú hefur Orra. Skjóttu, já. Rétt fram hjá Gunna. Íslendingar halda pekkinum. Ekon. Nær skotinu, en það er einhvern veginn engin nógu vel fyrir. Markmanni sér alltaf tíman. Nei, það hefði verið gott að koma upp góðu skrýni þarna. Jó og Andri voru alveg fyrir fram að markið en ekki í skotlínunni. Markmaður sá aðeins svo mikið í gegn. Hann bara náði að fara beint niður og loka á þetta. Þeir ætla að reyna aftur, engan skiptingar. Jói kemur hann upp að Gunna. Beint á Orra. Spila hún aðeins saman. Flottur snúningur hjá Orra. Þessi kemur hann mér á Jóa, þessi nær hann mér á Hákon. Það var svakaleg varsla. Mjög erfitt færi. Gunni. Sendir hann. Nær að senda hann á Andra sem inn að spegla hann. En markmaðurinn er einhvern veginn að halda sig þarna. Undir húðanum. Ágætist powerplay á Íslendingum. Nú voru alveg að skapa sér færi. Kári fyrir Ísland. Þannig að línudómarinn segja að Kári hafi verið eitthvað aðeins og fljótur. Hér honum viðvörun. Ef þú fær 2 viðvörunir í röð, þá ertu sendir út á 2 mínútur. Hvernig náði Níels pekkinum þarna í uppkastinu og náði skoti. Pekkunum fyrir út af svellinu. Það þarf að segja nýjan pökk. Kári áttur. Forminur og Níels. Ormi missir pökkinn hérna og vel staðsetti á Dóra. Góð tækling. Hörðu. Það er svo ekki verðunum, en það var hann einn upp í slottinu. Sendingi var bara ekki nógu góð. Í tvígangu og speglast bara úr skauta hjá íslensku varnarmönnum í burtu. Vinnu tekur skotið og sjáðu rýbandinn. Hessing. Þá með að Suður-Afríkumenn ekki skipta. Þeir voru að reyna það. Dómararnir vel á verði. Þeir hafa haldið að þeir væri að ná hybrid æsingu. Hybrid æsing er þegar að það lið sem að dömpar pekkinum yfir er fyrr til þess að lítur út fyrir að vera fyrr til þess að ná honum aftur. Vinni lúmsbaketaskot þarna. Tuttugu sekúndur eftir að fyrstu leikundu. Heiðar fyrir Ísland. Nær honum yfir á Bjarka sem neglir í bakið á Suður-Afríkumanninum. Vel gert hjá Úlla hérna, flott barátta í honum. Barátta hérna í horninu. Og lotan klárast.
staðan 3-0 eftir fyrsta leikluta. Við tökum okkur cirka korters pásu. Heyrjumst þetta smá. Sirius suðusúkkulaði hefur yljað Íslendingum síðan 1933. Opal G+,
Guarana, ginseng og grænt te lyftir deginum á hærra plan. Svona er þið ekki... Ekkert á þetta. Já, Gunni reddi og Gunni kominn upp.
Jæja, velkomin aftur. Það annar leiklut alveg að fara að byrja. Liðin skipta núna vallarhelming. 3-0 fyrir Íslandi. Mörk frá Gunna, Unnari og Hákoni. Það var allt tilbúið. Ísland tekur fyrsta face-offið. Andri reynir að koma honum djúpt. Jói vinnur hann hana. Missir hann þó. Suðurafrika byrjar upp. Andri kemur hann yfir, reynir að finna Jóa, finnur hann ekki. Reynir hérna langa sendingu, Orri vandan á Laxson hérna, stoppar þetta. Þetta er Unnar. Unnar tekur bara skotið, rétt fram hjá. Viggo fyrstur til. Stundum kom honum út. Viggo nær sendir úr Hákonen. Þeir stöðva þetta strax. Spilið aftur við. Og klaps hérna á miðinu núna. Mistök af Íslendingum hérna, 6 á ís. Þetta gerist að mér sýnist vegna þess að þeir eru í skiptingu en sá sem er að koma inn á svelli er aðeins og fljótur að fara í manninn á meðan sá sem er að fara út af stendur ennþá inn á svellinu. Það var Ísland liðstóm. Leikmaður sem var á svellinu á þeim tíma sem að dómurum að flautaður verður að fara í refsibóksið í 2 mínútur fyrir hönd liðsins. Sýttist Viggo fóð þann heiður. Það er Íslandingar einu færri. Þetta er oft bara styðst á stráið hjá þessum sem að standa inn á. Því miður. Suður-Afríka nær að stilla þessi upp. Og leið og ég segi það missaður pökkinn. Níels fyrir Ísland. Nær að dansa hérna á milli tveggja. Sókn er náttúrulega besta vörnin. Étur mikilvæg sekundur af powerplay Suður-Afríku. Það er 100%. Lendir hjá Gunna, hann neglir brotalið yfir. Markmaður fer á bakvið og stoppar hann. Tafs núna hérna, við reyna að róta núna niður. Við reyna kannski að skapa 2-3 sendingar. Það virðist vera svolítið mikið stress í mönnum. Maður er að sjá svona klaufaleg mistök allstaðar. Kannski ekki dýrkeypt, en bara svona ná ekki sendingum eða... Það fyrst Unni inn í sendinguna, hann dettur á Heiðar. Íslendingarnir fara bara sjálfur út með pökkinn. Einmitt, þeir eru einu færri. Dóri kemur honum alla leið yfir. Stoppar honum. Þeir viljast alltaf draga aðeins andan hérna í Suður-Afríku og róa stressið sitt pínulítið. Reyna að stilla upp. Ná núna nokkrum sendingum. Hendur það með skotið, það gerir það. Fyrir að varnamenn og yfir. Ísland kemur hann út. 7 sekundur eftir að powerplayinu er að dömpa honum niður.
Dóri missir pökkinn í hotinu. Það eru þá 4 Íslendingar í kringum hennan mann. Ísland er orðið full skipa. Það þýðir að æsing er aftur honum virk. Ísland má því ekki skipta í þessum aðstæðum. Suður-Afríka velur hvor megin uppkastið verður. Heiðar í uppkastinu fyrir Ísland. Barða einn í horninu, Íslandingar koma honum út. Viggo missir pökkinn. Íslandur á fljótara að vinna hann aftur, Viggo fær hann aftur. Kemur hann yfir Hilmar sem nær skotinu, rétt framhjá þó. Já, þannig nær Hilmar að koma honum lúmskum yfir á Viggo. Og markmaðurinn rétt nær að fyrsta. Virkilega vel markvarsla þarna. Viggo alveg einn í slottinu. Þetta er mjög erfiðar aðstæður fyrir markmann að vera í þeirra svona margir fyrir framanmann og alveg ofan í manni. Maður getur ekkert hreyft sig og talaði nú bara sem markmaður í þessum aðstæðum. Flettum hérna upp hérna í leiklinu að markmannsbúnaður getur verið alltaf 22 kíló að þyngd. Og Jóhann Kristir. Flott færi hérna og gott skot í Suður-Afríku. Jóhann gerir vel. Hann er stór og hann er mjög snöggur. Íslendingar taka skiptingu. Jói Leifs. Hann vinnur uppkastið. Tekur það. Gunni yfir á Hákon. Hákon yfir á Jóa. Jói yfir á Andra. Andri tekur skot. Frákastið og... Það er alltaf frákast. Ákoma fyrstur þarna en hann er ekki alveg góðu skoti. Rétt nú að pota eitthvað í pökkinn og... Dómarnir segir ekki neitt, stegar bara stand upp. Tekur hendur á Andra. Svörnir Hákon einan þarna vinstra megin. Hákon yfir á Andra aftur og Andri skýtur í markmannurinn. Vel spilað. Svakalegt spil. Vel spilað. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Andri vinnur hann og sendir yfir á Hákon. Hákon hótar skotinu, sendir yfir á Andra. Andri klárar færið. Vel gert Ísland. Setur hann upp í netið. Fjögur 0 fyrir Íslandi. Unnar í uppkastinu. Unnar bindur Skúla, Dóra Skúla, kemur hún djúpt. Það er alltaf pressa. Ormur smá basli, vinnur úr svo kemur hún niður á Viggo. Viggo aftur á Orm. Ormur hattar ekki að skjóta. Ekkert eftir út en Íslandingar með fullt vald á bekkinum. Ormur snýr, kemur hann djúpt. Kemur Unnar hann í pressinni. Ísland. Vel gert hjá Dóra hann að halda sinni. Þeir eru svakalega duglegir að pressa. Það er Strax mættir. klárlega styrkleiki í þessum leik. Unnar. Dóri þvælir þetta sem aftast maður, stórhættulegt. Kemst á alla leið upp. Það er sendingu fyrir. Endar hann á milli skautaðurinn sem þið var. Dóri bara tæklar hann og tekur hann bekkinn. Smá klafs hérna í bekkinn. Gunnlaugur sendir beint á Suður-Afríkumann. Sem sendir beint á Birgir. Birgir einir hérna sendingu Níels. Rétt fyrir aftan hann. Gunnlaugur fyrstu til.
Hásending. Næstu búinn að skapa bara einn á engan. Vel gert hjá Bjarka þarna. Skallaði hann bara. Og löglega. Virtist vera. Dómarinn Já. sagði ekki neitt. Ekkert á móti þessu. Unni yfir á Níels. Níels kemst fram í honum og lekur inn bökkurinn. Unni með frábæra sendingu þarna yfir á Níels. Níels nær að lappa fram í honum og hann lekur inn. Fáum að sjá þetta hérna aftur. Klafs hérna og hann dettur yfir á Una sem sendir á Níels og hann einhvern veginn kemst fram hjá honum og svo lekur bökkurinn bara inn. Flott mark. Níels með 15 mark Íslendinga. Þau vilja gefa Una þetta mark. Ná hann eitthvað på tíðan hann þegar Níels lappaði fram hjá markmannum. Ég sá Sá það ekki betur en að Níels hafi klárað þetta. Spurði hvort þetta væri leiðrétt og eftir eða hvort að við séum alveg staurblind en Já. bæði getur verið. Bæði getur verið. Annar þeirra skoraði allavega. Annar er að skora og það þarf oft ekki mikið til. Unni hafi náða på tíðan hann á leiðin inn. Sá það ekki allavega. En dómarinn gefur Una markið. Og leikurinn heldur áfram. Íslendingar koma djúpt og fara í skiptingu. Reyna hérna einhverja draumasendingu. Send text. Já, og þó. Þetta er rangstaða. Já. Dómarinn lyfti upp höndinni þar sem þetta var biðrangstaða. Þeir voru ekki búin að ná að snerta pökkinn þótt að þeir sett hann inn og leikmaðurinn var fyrir innan. Flott pressa á Íslendingum. Bjarki pökkinn tekur skotið. Hink fyrir og hann setur allan tíma markmaðurinn. Ágætis pressa á Íslendingum þó. Við sjáum að þessi markmaður hann vinnur mikið með því að fara niður á hnén í svo kallega butterfly stöðu. Þannig að það getur alveg verið flott að reyna að setja hann upp í sérstaklega blokker megin, ekki sett grípanskar megin, blokkerinn er þeim megin sem á heldur á kilfunni. Og það má alveg sjá að strákarnir eru farnir að lesa það nokkuð vel. Þetta kemst Viggo inn í skoti á varnarmönnunum. Erla truflar hann, það er ekki góðu skoti. Við fáum það bara uppkast, sjáum bara hvernig það fer. Það sýnir hvað er mikilvægt að sóknarmenninu bruni upp í varnarmönnunum á blálinni, reyna að stela pekkinu, láta skjóta í sig og spilast út. Unnar í uppkastinu fyrir Ísland. Suður-Afrika tekur það, en Íslendingar eru þó mjög fljótir að pressa og vinna pökkinn strax. Orri Blöndal. Gunni Róluður bara hleypir sínum mönnum í skiptingu. Nú þurfti þeir að fara að byrja uppspilið sitt. Já, flott. Orri, sendingu. Mjög flotta sendingun á Gunnlaug. Náðum í það mista snertingu eftir að misti smá pökkinn. Birkir, Níels, Gunnlaugur, einn á milli fjögra Suður-Afrikumanna, kemur hann djúpt, það eltir Kári. Vel gert fyrir Birki hérna, hleypur hann ekki fram hjá sér. Gulli tekið niður, ekkert dæm. Liggur hann í svellinu síðan til að fara út af samt.
Mikil barða með dekk Íslendinga. Ekkert á þetta. Þetta ekki að Dóra hana. Takkur fyrir til Arnars. Hans fyrstu skiptingar í leiknum. Dóri biður aðstoð. Nægilega góða sendingu þarna. Sleppur þó, Íslendingur svo fljótur að pressa. Já, fram hjá einum. Reynir að koma djúpt. Vel gert hjá Heiðari þarna. Nær að finna Hákon. Ormur kominn alveg niður í hótt. Jói tekur bláluna fyrir hann. Andri fyrstir til. Eins og hann stýr bara sína eigin kilvu. Kemur hann á fartinu. Tekur ekki pökkinn með sér. Nei, mista á honum. Það var Andri og Jói einn. Tveir á engan. Andri sendir á Jóa. Frábær markvarsla. Hann var fyrirliðan okkar að gera betur. Klára þetta. Og þá endur þetta 2 og 1 hinum megin. Og sjáu því. Orra Blöndal hoppar þarna við kilvuna og nær að berja hann. Trufla sóknarmanninn. Finna á skotinu. Hákon hoppar fyrir. Loksins sókn á Suður-Afríku. Andri kemur honum út svæðinu. Finnur þar Viggo. Kemur honum djúpt. Þannig bara harka báðum megin loksins. Já, þetta voru 3 góðar hraðasóknir í báðar áttir. Til skiptis. Birkir með lengstu kilvu í Íslandi nær að halda sinni. Hendur hjá Hilmari. Gott cycle núna, Íslendingarnir spila svona saman í hotinu. Glemdi aðeins að tala saman hérna. Birkir fljótur að hugsa saman, vinnur pökkinum, kemur hann djúpt. Viggo fyrst til. Kemur hann upp á Hilmar sem er bara alveg aleinn, nær skotinu. Og markmaðurinn fristir pökkinn. Og maður sjá þetta hérna aftur. Þeir eru 2 á engan. Andri gerir rétt sendir úr Jóa, en hann er bara fljótur yfir markmaðurinn. Vel varið. Hefðum auðvitað að sjá Jóa skora hana. Þetta var svakalegt slæt hjá markmannunum. Kári fyrir Ísland. Vinnur það upp á Dóra. Örgur kemur út djúpt. Níels tilbúinn. Einhvern veginn enda pökkurinn hjá Kára sem nær skotinu. Rétt yfir. Níels. Dansa fyrir afturmarkið. Finnur Dóra upp á topp. Dóra með hammer. Mikið rebound. Þeir skópla Níels bara þarna niður og leyfa markmannum að taka pökkinn. Ég vil sjá Ísland gera þetta eins meira, bara skjóta hann á markmann og bruna á hann. Hann er að gefa mikið af reboundum. Heiðari fyrir Ísland. Gott pressa á Unna, stilla honum á honum, kemur honum upp Dóra sem nær skotinu. Þannig er Ulli sem nær reboundinu eða spegluninni. Heiðar. Kemur hann djúpt í beint á Suður-Afríkumann, kemur hann út og út af. Á bekkina. Fáum uppkasti hérna niðri í svæðinu. Sóknarsvæði Íslands, varnarsvæði Suður-Afríku. Ulli tekur uppkasti núna. Ísland fær þarna fyrstu viðurinn, hann var Heiðar og snöggur að fara inn í hringinn. Ulli vinnur hann.
Gunni með pökkinn. Nær skotinu. Skýtur heldur beint í Úlla. Íslendingar fljótir að vinna hann aftur. Uni, Blöndal. Heiðar. Sendingu, Gunnar. Frábært spil hjá Íslendingunum. Endar með skoti, Orra beint í fyrsta varnarmann. Er að passa þetta. Það er biður rangstaða og ok, það er komið í lag. Til að sendinga allar yfir. Endar í fínasta skoti rétt yfir Suður-Afríku. Þeir koma nú djúpt. Fara sjálfur í skiptingu. Gunni er hann andra. Þeir reynir að finna Jóa. Tekst ekki. Sjá aftur pressuna. Íslendingar að vinna trekk í trekk inn í sínu eigin sóknarsvæði. Það gerist ekki nema því að pressan er góð. Staðsetningarnar góðar. Eftir einhver barátta þarna í horninu. Birkir alveg tilbúinn að stöðva þetta. Koma honum djúpt og fara í skiptingu. Senda sín á milli hérna. Bjarki og Birkir. Birkir. Einhverjum sendingu gegnum alla Suður-Afríkumennina. Gengur ekki. Íslendingar náðu þarna frákastinu. Kemur Hilma fyrir Ísland. Sendurinn er Unnar. Nær skotinu. Sýndist hann var í hjálmi hjá markmannum en hann geta kveinta sig við það. Arnar yfir á Gunnlaug. Kári. Dansar þarna fram í manninum. Nær skotinu. Suður-Afríkan er frákastinu. Og spilið snýst við. Mikið klafs í gangi núna, lítið gott spil. Þetta er svolítið mikið fram og tilbaka. Menn eru bara höndunum sín á milli hérna. Bökkurinn endar í Úlla, hann er 1 á 4, nær þó skotinu. Markmann veit ekki hvað Bökkurinn er. Nei, hann hefði getað frist hann, hefði hann séð hann, en var augljóslega ekki með augun á réttum stað. Heiðar heldur pressunni gangandi. Óli. Komum hann bara hátt út. Horfir í tilbúin þar. Ég verð nú að segja mér bæði liðin spila betur þegar að tempóið er hærra. Það er nú búin að vera svona nokkra mínútur núna sem við erum... Lítið búið að gerast og menn að hægja á spilinu. Já, búið að hægjast svolítið á spilinu og hérna... Þeir ná einna langri sendingu. Hann næri ekki skotinu. Hittir ekki Bökkinn. Það var Uni Blöndal hinum megin. Gerir vel, kemur hann á Heiðar. Nú vantar einhvern í hægspottu. Heiðar er á Hákon. Hákon upp á topp. Fínt spil á Íslendingum núna. Hendur á Bjarka. Birkir á Jóa. Jói tekur eitthvað snúning og þvælir sjálfan sig. Þeir kasta pekkinu bara beint yfir á Íslendinga aftur. Hákon yfir á Jóa.
Jói kötturinn á svelli, finnur Andra. Andri reynir að finna Jóa aftur en markmaðurinn að henda kilvinu fyrir. Rétt pókaði í hann. Þeir voru báðir svo flott staðsettir, þetta hefði getað verið flott. Herri, allt í einu endar pökkunum bara slottinu á Andra. Markmaðurinn rétt næra. Poti í hann og hann fyrstir hann. Það var erfitt færi fyrir markmanninn. Já, hann svona næri ekki að grípa hann en næri einhvern veginn að gera nógu. Hann er að halda þeim Hann bara sjáði hann aftur. Hann skotið þarna á Dóra, já. Þetta er bara beint í belgina markmann, hann sér þetta allan tíman. Unnar fyrir Ísland. Dórinn ekki haldunum inni. Ormur eldur uppi. Leysið og vilu þessu, Íslandingarnir. Bökkur Endri og Hilmari. Hann er stöðvaður. Það tók Dóri skot og Viggo tilbúin að reyna að breyta stefnupækinum. Ormur nefnir skotið og hann fer inn! Hann fer inn! Er þetta Ormur eða náði Viggo eitthvað snertur hann að ég sá það ekki alveg? Sjáum endursýningu af þessu. Heldur hann í Ormi. Ég sé ekki alveg hvort þetta fari í Viggo en hann er mjög fljótur að henda hendinu upp. Hvort það sé að fagna Íslandsmarki eða sínu marki. Það breytir því ekki, það er allavega 6-0. Ormur, Þeir gefa Ormi markið, hann hefur náð bara, markmann hefur vantarlega lítið síðan, skotið kemur alveg fyrir bláu. Sex 0, 15 sekundur eftir annarri periódu. Íslendingar halda áfram flottri pressu. Markmaðurinn sér ekki hvað hann er. Varnarmaðurinn vel staðsettur til að bjarga sínum manni. Flott periódu Íslendingum. 6-0 eftir aðra periódu. Aftur, förum í cirka korters pásu. Heyrjum staðir. Sirius suðusúkkulaði hefur iljað Íslendingum síðan 1933. Opal G+, Guarana, ginseng og grænt te lyftir deginum á hærra plan.
Sirius suðusúkkulaði hefur iljað Íslendingum síðan 1933. Opal G+. Guarana, ginseng og grænt te lyftir deginum á hærra plan.
Já, verið velkomin aftur í þriðju lótuna. Við sjáum liðin hérna að skipta aftur vallarhelming. Við vorum að kíkja á tölfræðina og við sjáum að Ísland hefur átt 34 skot á mark á móti Suður-Afríku með 5 skot. Jóhann hefur varið öll 5 skotin frá Suður-Afríku og Suður-Afríka hefur varið 28 skot. Bæði liðin jöfn með 4 refsimínútur. Jói uppkastinu fyrir Ísland. Spila hérna milli sín. Okkar speklunum djúpt. Nú, þeir eru ekki samlað því. Dæma á þetta æsingu. Það er því aftur Jóhann fyrir Ísland. Allir leikmenn verða að standa kjurrir meðan á uppkasti stendur. Suður-Afríka vinnur uppkastið og nælumsk skoti rétt framhjá. Ná að halda sinni. Þetta byrjar strax á tempói. Jói skauta með hann út. Nú allalið yfir. Droppar honum á Gunna. Við nær skotinu. Aðeins yfir. Herðu þetta fyrir á bringun og andra einhvern veginn í slána. Bjarki. Hákon dansar þarna með hann í horninu. Þeir eru þó 2 á honum. Ekkert á þetta. Hann nær að koma upp á Bjarka. Birkir hliður, nær skotinu. Suður-Afríka nær að koma allavega yfir. Þarna fór Jóhann úr markinu og þar lendir ekkert æsing í boði. Markmaðurinn verður að standa inn í krísunni eða bláa svæðinu, teiknum sínum til þess að æsingin verði. Það er svona eitt af þessum vandkvæðum við æsinguna. Kemur hann upp á Orm. Ormur nær skotinu að speglast að einhverjum. Og markmaðurinn fann hann ekki þannig að eitt Suður-Afríkur maðurinn bara hoppar á hann hana. Rétt nær honum með blokkernum. Sjáum að varnarmenn Íslands er að fá mikinn tíma. Ná að skjóta hér og þar á markið. Þetta getur verið hættulegt þegar markmaðurinn sér ekki pökkinn ef að leikmaður allra frista fyrir hann því að leikmaðurinn má aðeins skýla, gefa svona skjöld eða svoleiðis. Hann má ekki frista pökkinn. Akkurat. Nú skellja Dóra þarna að stoppa þetta. Kemur hún djúpt. Þeir koma allavega yfir og fara bara í skiptingu, Suður-Afríkumenn. Það reynir Ísland að nýta sér það eitthvað. Kári fyrir Ísland. Vel gert hjá Gunnar þarna. Gunnlaugur, gott skot. Sem endar aftur á Íslandingum. Orri. Niður á Gunnlaug. Djúpt. Níels klár. Orri Gunna. Gunni hittir bara í fyrsta varnarmann, fær hann þá aftur, nær skotun aftur. Rýbandur fór aðeins of langt. Nær hann ekki valda bekkinum, Suður-Afríkumann, hann hefði verið 1. Þannig hendi Birkir hann bara beint upp, það er engin Íslendingur. Þannig að Suður-Afríkumenn á að halda sinni. Birkir. Gunni kemur hún djúpt. Þetta er Mæsigotan, hefur rétt fyrir aftan rauðu. Pökkurinn þarf að fara ósnertur yfir 3 línur. Miðjulínuna, blálínuna og marklínuna. Án þess að enda inn í markinu. Frá varnarliðinu. Það er Heiðar fyrir Ísland. Úli
Kemur hún inn fyrir Unni leikur sér aðeins með hennina. Kemur hún að bjarga. Ekki nægilega góð sending á Unna og Unni missir hann. Ná skotinu en það fer þó framhjá. Það hendir Bjarki nú bara yfir, leyfir sínu lið að skipta. Arnar alveg tilbúin í þessa tæklingu. Arnar róar það aðeins niður. Býður eftir uppspilið frá sínum mönnum. Kemur hún bara yfir Dóra. Hákon reynir lúmska sendingarna yfir á Jóa. Gengur ekki. Jóhann Björgvin spilar bekkinum. Það reynir Gunni að finna Hákon, nær ekki. En hann, markmannur Suður-Afríku stoppar æsinguna. Suður-Afríku í sókn. Ná skotinu. Gunnar er þú fyrstur að átta sig og Brunnar allir upp. Tekur eitthvað lappatrýs hérna. Bökkurinn endar hjá markmanninum. Hann fristi pökkinn. Maður sér að suður-afríski markmaðurinn er að spila þetta svona nokkuð örugt með því að nýta sér það að frista pökkinn eins ofta hann getur og stoppa spilið, koma sínum mönnum í pásur. Algjörlega. Rétt nær, þessu sýnist mér. Þarna skýst Bökkurinn á rammanum og inn í teginn í markmanninum. Þau með púðan og ofan á hann. Mjög hættulegt. Getur óvart sparka honum sjálfur inn. En hann bjargaði þessu algjörlega. Vel gert í þessum aðstæðum. Markmenn meiga að spila pekkinum og eiga tæknilega séð að gera það eins oft og þeir geta svo lengi sem það er ekki, ef það er ekki pressa þá er þeir skyldur til þess að spila pekkinum. Halda leiknum gangandi. Bjarki og Birkir. Birkir nær að stöðva þetta. Gunnlaugur fyrir Ísland. Femur hann inn. Hendur hún bara djúpt. Ísland aftur komið pökkinn. Íslandingur er svolítið mikið að reyna að gera þetta eini núna. Nú vantar svolítið að líta upp og finna liðsfélagana. Unni. Kári reynir að dansa fram með tveimur hana. Kemur rebound. Eða frákast og markmaðurinn fristi pökkinn. Það er alltaf rosalega gott þegar markmenn hafa þennan eiginleika að geta stöðvað fráköstin sín beint fyrir fram á sig og geta frist pökkinn í staðinn fyrir að spekla honum alltaf niður í horn sem er vissulega önnur tækni en það eykur fráköstin og þar með sóknartækifærin. Unni fyrstur í hornið. Kemur hann upp á Arnar. Flott spil. Krafst hérna sem endur á Heiðari. Unni nær ekki alveg að taka það í pekkinu. Endar þó aftur í Unna. Sendur á frænda sinn, Orra. Endar í skoti á Gunna. Hann potar Unni aðeins í markmanninn, Suður-Afríku menn ekki sáttið það. Dómarinn vill aðeins fara að spjalla við hann. Línudómararnir komnir inn til að stöðva og koma í veg fyrir að fyrirbyggja frekari ágreining á svellinu. Það er svona í þeirra hlutverki aðaldómarnir yfirleitt standa til hliðar og horfa á.
Hins vegar erum við að vinna með 4 dómara kerfi hér í kvöld og á þessu móti, þannig að annar aðaldómarinn er yfirleitt nær því sem er að gerast og mjög oft snöggur til taks. Orri. Mjörn Andra, Gunni eitlaus på topp. Leitaði skotinu, hendan út djúpt, pökkur endar yfir Óa. Jói finnur Gunna, svo finnur Andra. Flott spil á Íslendingu núna, endur skoti á Gunna. Hákon er eitthvað aðeins að breyta stefnu á pekkinu, hann fyrir rétt framhjá. Gunni heldur hún minni. Þetta er á Hákon sem kemur hún djúpt. En bara beint í bumbuna á einum Suður-Afríkumanninum. Það er dómur. Það fer hann bara með hendurnar í andlitið á hverju Hákoni. Það er að fara báðir út af. Þeir fá fyrir ólöglega hindrun og fyrir röffing, sýnist mér. 2 mínútur hvor. Spurning hvort það sé ekki rétt. Hákon er að reyna að stoppa gæjan hann greinilega ólöglega og hann fær með hendurnar í andlitið á Hákoni í leiðinni. Þannig að þeir fara báðir út af. Og ég ætla að giska það sem þetta gerist á sama tíma. Við spilum áfram 5-5. Dómarnir hann sér nullast út þó mennirnir fari í bóksið. Þeir koma þá inn á fyrsta flauti eftir 2 mínútur. Eins og leikurinn er settur upp í dag, erum við að reyna að hafa alltaf sem flesta leikmenn inn á svellinu. Þannig voru það að bíða eftir að vantaði dóminn på töflu, hann er kominn. Þannig að Dómarnir eru felldir út þar sem að liðin spila fullskipuð. Þetta getur skipt rosalega miklu máli, jafnvel þótt að þeir sitja í boxinu og áhorfendur bíða spenntir, þá er leikklukkan líka vinnuverkfæri dómara og já, upp á að maður sé ekki að flauta ómarga menn á ís þegar það er ekki ómargir menn inn á svellinu. Akkurat. Íslendingarnir halda honum inni. Hilmar í baráttunni. Hafsarn á miðinni, Sveiraki kemur alla leið yfir. Arnar, Finnur Unnar. Mikið klafs í gangi núna, en einhvern veginn endalinn hjá Gunnlaugi, sem finnur Níels, sem fann Orm, en hann skýtur rétt yfir. Það var ótrúlegt spil. Dóri. Ormur er bara komin í sóknina. Skipti við Gunnlaugi núna þó. Gott pressa þarna hjá Níel. Þetta var rosalegt. Hann er einhvern veginn að dansa þarna og næstu upp að þvæla bara sjálfan markmanninn. Hann var vel heitur markmaður, hann er virkilega sterkur í þessu. Frista pökkinn í ótrúlegustu færum. Heiðar fyrir Ísland, vinnur með beint upp Orra. Orra langaði að skjóta en mistaði spökkinn hana. Gunni kemur hann inn í horn en fær hann þó aftur. Heiðar missir aðeins spökkinn hana. Hann er 1-1. Kemst ekki fram í Orra. Það er ekkert grín að mæta Orra, hann bara drapið í fæðingu. Heiðar kemst alla leið yfir. Þar núna aðstoð. Dómarinn aðeins fyrir.
Sá hvað varnarmenn Íslands eru alltaf að fá mikið pláss. Það er auðvelt að finna þá hana. Bjarki fær hann, einmitt mikið pláss. Birkir heldur þessu inni, kemur þessu beint aftur niður í klafsið. Já, Jói kemst inn í þetta, svo gott sem einnum, nei, hann missir bökinn. Fóru 2 í hann þarna alveg. Níels einn á hægri kantinum. Og rángstæða. Þetta var nú bara... Jói að stela sér 30 cm. Fyrirliði á að vita betur. Já, það gerir ekki til. Fáum bara uppkastið. Þeir ætla ekki að skipta hana. Jói fyrir Ísland. Sjáum að Hákon er komin aftur inn á. Hákon fyrir Dóra. Liðin er sett komin með sína menn á bekkina. 2 mínútur liðnar frá því að... eða meira en 2 mínútur frá því að dómurinn var gefinn á hann. Þriðja lóta rúmlega hólnu. Andri í pressunni, vinnur hann, kemur hann upp á Hákon. Hákon endur að skjóta beint í manum og þeir henda honum hann í burtu. Og mér sýnist... er Hákon að vera í boxi fyrir þetta? Sá ekki betur en að þeir hafi hent honum í burtu en eitthvað mér sýnst þarna. Hákon nýkominn inn á úr boxinu. Já, hann fær að hvíla sig aftur. Það fær góða massopa núna. Crosscheck er þegar að leikmaður nýtir kilvuna sína til að ýta frá sér. Ýtir leikmanni með kilvuna þvera. Báðar hendur á kilvuna. Suður-Afríka verði í powerplay. Það er komin hiti í leikinn. Ég held við getum alveg bara fullist það. Átta hálfmynda eftir. 6-0 fyrir Íslandi. Orri kemur honum út. Ekki dæsing þar sem þeir voru fyrstir en á honum. Skotfæri hérna, beint í Gunna. Já, Jóhann grípur hann bara í loftinu hana. Hann er ótrúlegur. Gunni fann alveg aðeins fyrir þessu skoti. Hristir þetta samt af sér. Það er 1 mínúta og 27 sekúndur eftir af dómnum. Skoði Bjarka hérna fljótur. Engin smá hraði á honum. Kemst. Hann skora! Virkilega vel gert hjá Bjarka. Hann er bara langt fyrstur að hugsa og nær að vera undan. Hvort hann hafi vitað á hann, ég veit það ekki. Snýtur ekki málið, hann nær honum. Sjáðu hvað hann er fljótur hérna. Nær svo hann að smeygja sér hérna og einhvern veginn endar bökurinn í markinu. Virkilega vel gert hjá Bjarka. Virkilega vel gert hjá Bjarka. En við spilum ennþá, Ísland spilar ennþá með 4 leikmenn á móti 5 þar sem að þetta raunverulega er kannski bara snúast í andhverfu sína, þessi refsing. Já, Ísland átti að skora þegar þeir eru einum færri, það gerir þetta aðeins sætara.
Þeir Íslendingar hinn færri, þannig ekkert að pressa eins mikið og þeir eru jafn margir. Dórin stóðu hann að það. Ormur fyrstur í bökkinn, Dóri fær hann og hann endur honum alla leið út. Takaði skiptingu, ferskur fætur inn á svellið. og 8 sekundur eftir dómnum. Þeir eru einu fleiri eru bara fann að henda honum eitthvað. Kunni hendur honum alla leið yfir. Engin æsing, við erum færri. Hákon er komin inn á. Liðin spila því aftur 5 og 5. Gunnin er að fara fyrir þetta skot. Þetta er mjög einkennileg bara þarna upp í battan. Allt gert til þess að reyna að ná valda pekkinum. Gunni róar þetta aðeins niður. Sendur niður á Jóa. Jói reynir hérna góð rúmska sendingu á Hákon. Hákon var ekki alveg tilbúinn í þetta. Jói dansar þetta framhjá nær skotinu. Rétt framhjá. Bjarki var tilbúinn, nær aldrei sinni. Spilið alveg bara hitt fast þarna, pökkurinn upp á battan, aðeins. Viggo heldur sinna, nei, hann heldur þetta ekki inn í. Það er Íslendingarnir í skiptingu, löng skipting. Svo bara stilli í uppspil. Gleymdu aðeins að tala saman, það gerir ekki til. Gunnar gerir vel. Reynir skotið, rétt framhjá. Íslendingarnir vinna hann þá aftur. Kemur upp á Hilmar. Skýtur yfir glerið. Þeir vilja meina að fara í einhvern, þannig að uppkastið helst inn í sóknarsvæði Íslendinga. Unnar fyrir Ísland. Heyrðu, hann dettur þarna fyrir Unnar. Skýtur beint í maðan á markmannunum. Markmaðurinn bara át þetta, allt auðvelt. Vinna nægan tíma, einn upp í slottinu. Kári tekur þetta, endar upp í Orra. Orri tekur lúmskot. Kári kemur hún aftur upp á Orra. Orri neglir hún bara niður. Ekki sensateknir. Það er snerting, þetta er ekki æsing. Orri lifir sínum mönnum að skipta. Bara rólegur. Flott spil. Lili tekur hann í horninu, stendur fljótu. Nær þó að halda bekkinu. Barða hérna núna. Ormur heldur sinni. Bekkurinn skotið út og endur á Dóra. Kemur hann bara djúpt.
Það byrð 3 mínútur eftir að leiknum. Lítið að gerast núna í mínútuna. Bökkurinn endur á Hákoni. Nær skotinu þá sem er mann aftan í sér. Frákast á bak við markið. Suður-Afríka kemur hann út. Íslendingar það fljótt rauninu tilbaka. Hann er bláinn á skotinu. Framhjá. Bökkurinn fer út fyrir, hann ítir hann svo aftur inn. 2 mínútur eftir að 3. leikvita er tilkynntur við kallkerfinu. Gunni Viggo. Viggo kemur hún neðar. Hilmar eldir þarna. Endar á Viggo. Hann upp á Gunna. Skiptir yfir að Bjarka. Nei, þetta er Arnar. Sorry. Ekkert á þetta. Endar í góðu skoti hérna á Íslendingur rétt yfir. Á Viggo. Það leikurinn! Er þetta ekki Viggo? Þetta var eiginlega ótrúlegt. Markmaðurinn var ekki með kylfuna sína. Hann stoppaði pökkurinn, virtist vera bara rétt fyrir innan marklínuna. Þetta gat ekki verið tæpara. En við Sjá pökkum þetta hérna aftur. Haraldur inn í horninu. Viggo nær honum, dansar aðeins með hann, tekur bara skotið. Svo leikur hann inn. Sjáum það að markmaðurinn er með sóknarmann á kylfu. Vel gert Ísland, 8-0. 1 mínúta og 3 sekúndur eftir. Þetta virðist vera að dreifast alveg þokkalega yfir íslenskar liði þessi mörk sem hafa komið. Þetta er engin markaskorarar einhverju sem að taka þetta allt á sig. Engin með 2 mörk. Það er svolítið skemmtilegt í 8 marka leik. Minni mínúta eftir. Dóri bara róluði fyrir aftamarkið. Reynir að finna Kára þarna en stoppar á dómaranum. Níels kominn einn á móti markmanni. Það er biðdómur. Víti. Fyrir slassing. Dómarinn dæmi víti. Það er ekki oft sem við fáum að sjá víti í íshokkí. Einhver hefur myndað kylfuna með því að slá andstæðinginn. Það sem gerist þá er að fara allir á bekkinn. Sóknarmaðurinn fær að fara eina atrinu að markmanninum og hann má aldrei fara í öfuga átt. Hann má aldrei draga pökkinn tilbaka. Hann má aldrei draga pökkinn tilbaka. Verður að stefna beint áfram og markmaðurinn má ekki leggja af stað úr krísunni fyrir en sóknarmaðurinn, já. Sjá hvernig Níels gengur með þetta. Næra kloppan. Setur hann líka klóðuð á markmanninum. Virkilega vel gert Níels. Sjáum endursýningu á þessu. Lítið við þessu hvað sem segja, bara vel gert Níels. Næra þetta, setur hann líka klóðuð á markmanninum. Bara mjög örugur, labbar hann inn. Þetta er ekki, Þetta er ekki eins auðvitað þetta sýnist. Staðan 9-0. Níels því fyrsti leikmaður Ísland til að skora 2 mörk í leiknum. Þetta var löng atrennu, þetta er það að taka víti, þá ertu með mjög langa atrennu að markinuðinu og markmaður hefur langan tíma til að hugsa. Sekúndur eftir.
Sigur ekki að reyna að koma nú nærði ekki Úlli hérna fyrir. Finnur og Heiðar. Hann dansar eitthvað fyrir áttamarkið. Finnur Birkir. Og þannig lýkur leiknum. 9-0 fyrir Íslandi. Það sem getur sagt að leik bara flottur sigur á Íslandingum. Það var ótrúlega flott pressa hjá þeim. Þeir gáðu Suður-Afríku bara aldrei séns til að komast inn í leik. Gaman líka að sjá hvað mörkunum dreift á milli leikmanna. Virkilega gaman líka að sjá pressuna svona allan tíman. Þeir voru ekkert að gefa eftir og það var bara að pressa strax í sóknarsvæðinu. Já, gáðu bara Suður-Afríkumönnum bara engan tíma til þess að reyna neitt. Nú fáum við líklegast að vita hverjir eru menn leiksins. Sér Helgi Páll Þórisson, formaður Íshokkísamband Íslands, mættur á svellið með viðurkenningar. Dómarinn farin í myndatöku. Sindri Gunnarsson brosir út að eyrum. Á Íslandi erum við ekki ofta að notast við þessi fjóradómarakerfi, þannig að við sjáum þau kannski hvað oftast þá í úrslitum kalla. Þannig að þetta mjög gaman og dýrmætt að fá reynslu í þessu þegar Íslandingarnir okkar fá að vera með eins og í þessum leik. Markmaðurinn fær heiðurinn að vera bestur í liðinu þessu leik. Kemur engum óvart. Nóg að gera í honum. Hann sýndi alveg yfir hvað hæfileikum hann býr. Níels átti hörkuleik. Skilaði 2 mörkum, var með vítinu sem við sáum hann í endan. Þá ekkert eftir nema að hlusta þjóðsöngum sigurleiksins. Við viljum bara þakka fyrir okkur. Ég heiti Hilmar og með mér var Guðlaug Þorsteinsdóttir. Takk.